Skoðum aðeins HTML5 virkni fyrir JavaScript, eitthvað nýtt sem við getum gert, einhver ný svona forritunarskil, þá er eitt sem liggur hérna á milli bæði forritunarskilana og ECMAScript 2015 og svona líka aðeins flóknari forritunarpælingar sem ég vil endilega nefna við ykkur af því að aftur, ef þið haldið áfram að skoða JavaScript og farið að nota svona asynchronous JavaScript eins og þið eru að æfa ykkur á núna í verkefninu, þá munið þið rekast á þetta. En fyrst, núna er það að nota XML HTTP request sem er skringilegasti nefndi hlutur sem að þú getur notað í þessu og hann var í raun endurhannaður, gerður betri og heitir núna Fetch sem er nýtt API, nýtt web API til þess að eiga samskipti. Það er alveg orðið notahæft, það er ekki alveg að vera notahæft. Ég copy-pastaði frá því fyrra, það var það alveg að vera notahæft, nú voru það alveg notahæft. Og þetta er svona polyfill, þannig að við getum notað fetch í dag. Og þá er polyfillið mun í nota XML HTTP request í bakgrunninum. En þetta er miklu auðveldara API en það sem þið eru að nota. En það er á kostnað þess að það notar hugtak sem heitir promises. Og promises eru áhugaverður hlutur af því að við munum sjá hvað er. En þannig að dæmi um þetta er það að nú búum við til nýjan request hlut hérna sem er með eitthvað url og eitthvað method, þannig að þetta er kunnulegt hérna. Við erum að segja notaðu get til að sækja eitthvað url og svo segjum við hérna fetch sem er þetta API, fetchaðu þetta request. Við búum til request fyrir þetta og fetchaðu svo fyrir okkur. Og þá segjum við hérna þetta er eitthvað kall í eitthvað og svo kemur eitthvað mjög skrítið hérna. Hérna kemur síðan .then og það er í raun þetta promise. Þannig að fetch skilar okkur promisi og við getum hugsað þannig að þetta promise er í raun það sem er dreifur nafnið af. Það er loforð það að einhver tíman í framtíðinni mun fetch klára að gera það sem það var beðið að gera og þá mun að skila einhverju gildi. En það gerist ekki strax af því að eins og þið eru búin að reka ykkur núna á, þá þegar við erum að vinna með svona ósamfasa, asynchronous hluti, þá byggjum við eitthvað gerist í forritun okkar, svo þarf það að fara yfir network eða eitthvað, og það gerist ekki strax. Þannig að við getum ekki gert ráð fyrir því að þessi komið í næstu línu á kóðunum okkar. En með því að nota then, þá segjum við, ok, fetch, sæktu þessa slóð með get, þegar að það er búið, þá vil ég að þú keyrir þetta hérna function sem að tekur inn response, sem er þá response hluturinn sem þið eruð að fá í XML HTTP request hlutum ykkar og hann inniheldur hluti eins og status, hann inniheldur fall sem heitir JSON sem kastar niðurstöðunni beint yfir JSON í staðinn fyrir að þurfa að gera það í höndunum sem þið eru að gera. Eða hérna, ef responseið er ekki 200, þá förum við hérna ekki í return gildið, heldur förum við í næsta gildi. Það segir throw, new error, something went wrong on API server. En við erum bara að segja að þetta er svona næ dæmi þannig séð að 200 gildið er eina sem er gott, allt annað er vont. Og þá köstum við villu, þannig að þá notum við hérna throw, eins og við skoðum í seinustu viku. Og throw og promises virka saman að því leyti að ef við köstum inn í promisi eða promise resolver sem er þetta then, þá förum við hérna í catch sem er neðst. Þannig að þá er þetta þannig, fetch, viltu sækja þetta request? Já, ég er búinn að sækja requestið, ok, ég ætla að vinna með requestið, ó nei, requestið er ekki það sem ég bjóst við, það er eitthvað villa. Þá förum við hérna í catch sem segir þá eitthvað error. Ef það væri ekki villa, heldur allt í góðu, þá skilum við hérna og þá skilum við öðru promisi. Þannig að þetta hérna then fer yfir í annað promise sem er þá aftur then, þá fáum við responsið og þá segum við hér er responsið og við console-loggum því út. Þannig að promise er einhver hjúpun fyrir gildi sem mun verða til í framtíðinni. Og þetta er í raun svona einlausn á því hvað asynchronous forritun er mikið bras, eins og þið eru núna búin að vinna með. Þeir eru með eitthvað form, það er að íta okkur takka. Þegar þið íta okkur takka, þá gerir þið eitthvað network request. Þetta network request klárar á einhverjum tímapunkti. Þá vil ég gera eitthvað annað fall.
þá vil ég birta ykkur upplýsingar. Þannig að þið eru með eitthvað fall, svo kallar eitthvað fall á einhverju tímapunkti, sem kallar eitthvað fall á einhverju tímapunkti og þetta er svona, það er erfitt að ná svona utan þetta og hugsa það hvernig þetta er að vinna. Þannig að með promises þá fáum við syntax sem er meira svona gerðu þetta, then þetta, þannig að það verður auðveldara fyrir okkur að lesa í gegn. Þetta verður eins og lesa í gegnum forritin okkar sem keyra línulega í gegnum sig. Þetta er svona procedural code sem keyrir bara línu fyrir línu. Og þetta er sem sagt, alltaf þegar við erum að fara að nota eitthvað sem tekur tíma og þetta eru þetta promises, við notum það hér í Vavra til þess að segja eitthvað yfir networkið. Við notum það í Node.js þegar við erum að tengjast við gagnagrunna eða erum að lesa af disk eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er í raun út allt þegar við fyrir að nota JavaScript, af því að JavaScript er í grunninn asynchronous forritunarmál. Og sem sagt, þegar við búum til promise, þá getum við búið til þetta resolve og reject, sem er þá hvað gerist þegar að promiseið fær gildi og hvað gerist þegar það kemur upp villa. Þetta er resolve þegar það fær gildi og er í allt í lagi, reject þegar það kemur upp villa. Og promises, ef þið farið að skoða nánar forritun, er monad. Þannig að ef þið farið að vinna í Haskell, þá er það eitthvað monad. Og það er bara eitthvað, monad, what? Og það breytir öllu. Og það skilur það enginn ef einhverjir doktorar. Ég skildi það einu sinni, en það var í 10 mínútur. Svo skildi ég ekki lengur. Þannig að hérna getum við búið til okkar eigið promise. Þannig að núna erum við í raun að búa til eitthvað fall sem virkar eins og fetch, sem í raun gerir eitthvað sem er svona asynchronous. Og það gerir það hérna með því að nota set timeout. Þannig að við segjum hérna future message. Þetta sendir okkur skilaboð 2 sekúndum eftir að við biðjum það að sé sendt. Þannig að þetta segir hérna future message. Þá ætlum við að segja hérna ok, future message. Hi. Þá fáum við bara tilbaka eitthvað promise. Og núna eru 2 sekúndur liðnar og ekkert gerðist. Þannig að það gerðist eitthvað út í eðernum. En það er út af því að við sögðum ekkert hvað á að gerast þegar að þetta promise resolvar. Við sögðum ekkert then. Þannig þá getum við sagt hérna then message, við notum hérna arrow og console log message. Þannig þá fáum við aftur eitthvað, promise tilbaka og svo kom eftir 2 sekúndur, þá resolvaði promiseið, þá keyrði þið þessi hérna timeout kóði eftir 2 sekúndur, kallaði í resolve með message from the future. Þannig að þá fengum við eftir 2 sekúndur hi from the future. Þannig að þarna þetta hér, sem er hérna, þessi lína er í raun auðveldar að skilja en að vera með eitthvað svona add event listener eða gerði þetta eitthvað. Af því að þetta segir bara eitthvað hey, það gerist eitthvað, þegar það gerist þá vil ég bregðast við því svona, console log. Síðan, ef að við fáum þá villu, sem að var þá þarna, við skilgrendum í þessu falli hérna, if message er foo, þá köllum við í reject, þá látum við eins og eitthvað farið úrskeiðis, þá segjum við hérna no foo allowed. Ok, þannig að ef við segjum þá hérna foo, sem er þá message sem við ætlum að gera, gerum ráð fyrir við fáum hérna foo from the future eftir 2 sekundur, en það er eitthvað sem veldur því að við gerum það ekki, þá fáum við strax hérna reject. Þannig að þá fáum við hérna, og það er túlkað sem bara villa, þá er hérna paused on promise rejection, þá kemur hérna áfram og þá fáum við no foo allowed, og það gerist strax. Það gerist ekki eftir 2 sekundur, af því að við vitum strax að við erum ekki að fara að leyfa þetta, þannig að það gerist bara strax og við fáum strax neitunina. Þannig að þannig erum við í raun með 3 línur af kóða sem eru að taka á því eitthvað sem getur gerst eftir 2 sekundur eða getur gerst strax og það er svona tiltölulega auðvelt fyrir okkur að lesa út úr því. Þess vegna eru promises mjög næs þegar við erum að vinna með þetta. Og hérna þá annað, við getum tekið í raun þetta future message, þetta promise, að því promise er bara gildi og við getum sent það inn í fall, við getum bætt við það handler inn í fallinu, við getum sent það út allt, það er bara gildi. Það er í raun loforð eitthvað gerist og þetta loforð, þannig að þetta er svo umslag með einhverju sem að muni gerast, svona temporal umslag og við getum sent það á milli og gert eitthvað og síðan þegar það er tilbúið þá resolvar það og þá fáum við það sem gerist.
Þannig að þetta aftur svona, þetta svolítið erfitt að kannski melta þetta í fyrsta skipti sem maður vinnur með þetta, en bara ég mæli með því, aftur, ef þið haldið áfram að vinna í JavaScript, þá eru promises eitthvað sem ég vilja líka skoða sérstaklega vel. Nema, að því að JavaScript heimurinn hreyfist mjög hratt, þá komið eitthvað nýtt í staðinn fyrir promise. Og það async og await. Þannig að kannski ég bara ditsa promises og fara beint yfir async og await. Hver veit? En, ekki þetta. Þannig að, þetta var fetch og promises. Þannig að það eitthvað sem nice. En fetch er dæmi eitthvað sem HTML5 að gefa okkur. En HTML5 og JavaScript, munum að HTML5, þetta reglífar hugtak, það var ný skilgreiningar, ný element í HTML. Það voru CSS3 og nýjar útfærslur þar og svo það ný JavaScript API sem eru skilgreind með HTML5. Og þau leyfa okkur að gefa mjög áhugaverða hluti í Vavra og við ætlum að kíkja á nokkra en það alveg gomma til og það alltaf verið að bætast við þetta en svona nokkur áhugaverðir hlutir. Fyrst byrja að nefna local storage. Þá getum við vistað einhver gögn í Vavra með því að nota local storage hlutin á window. Þannig að þá þetta einhver hlutur sem að Vavrin, ef að Vavrin styður local storage, þá window með local storage og inn í hann getum við vistað einhverja hluti með því að kalla í local storage.setItem, einhver lykill, eitthvað gildi. Þannig að þá vistum við gildið undir þessum lykli. Svo getum við sagt, ég búinn að nota þetta, remove item með lykli. Svo getum við sagt, ég þarf núna að sækja þetta gildi, þannig að get item undir lykli. Þannig að þetta þýðir að við getum vistað tvo hluti undir sama lyklinum. Var það spurningin? Nei. Þegar þú settar þá ertu við að setja þeim, þannig að þá yfirskrifar bara það sem var áður til. En ef við skoðum hérna local storage, þannig þá ætlum við að vera hérna með eitthvað. Ok, local storage get item eftir lyklinum data. Ok, svo ætlum við að athuga hérna, eitthvað saved? Þegar ef við fáum ekki, ef það ekkert, ef það engin gögn vistu þá fáum við null. Þannig að þetta hérna, null falsy, þannig að þetta mun ekki keyra, heldur munum við keyra þennan hérna. Þannig að þá ætlum við að segja, ok, hér einhver gögn sem hluturinn með lykilinn hello, sem með gildi world og við ætlum að segja, það var ekkert vistað og við ætlum að vista data. Síðan tökum við hlutinn, stringifæðum hann með JSON, þannig að við búum til string, af því við getum bara vista stringi í local storage. Og síðan segjum við local storage set item data JSON. Ok, þannig ef við núna keyrum þetta, þá hérna ekkert vistað, vista object. Svo núna loka ég þessum tab bara og opna hann aftur. Og eins og fyrir galdur, þá ykkur vistu gögn. Þannig að þannig getum við farið að vista gögn á milli heimsókna á vefinn okkar. Sem gerir það náttúrulega verkum að við getum gert miklu áhugaverðari vefi af því að þeir eru ekki bara missi ekki öll gögnin sínum leið að við reloadum þeim. Þannig að þannig getum við gert það án þess að vera með einhvern bakenda til þess að geyma gögnin fyrir okkur. Þannig að núna erum við með einhvern vistu gögn og það sem við gerðum þá var að segja parsaðu með JSON gögnin í saved og hérna skrifaði það síðan út og svo hérna removaði því með local storage. Þannig núna ef við reloadum þá erum við annarkvort að henda gögnunum eða sækja gögnin. Þannig að núna erum við búin að vista hérna hello world og þá getum við aftur kíkt hérna í DevTools og þá getum við séð ef við varum að debugga þetta og lenda í einhverjum vandræðum. Ok, ég fer hérna undir storage, þá sjáum við hérna local storage, svo sjáum við session storage, IndexedDB og WebSQL sem eru aðra leiðir, ný web API sem við getum notað til að vista gögn á enn flóknari máta með SQL eða með svona NoSQL syntax hér. En allavega local storage, það hér. Við erum að nota file, þannig að file það sem við erum að vista undir. Ef við værum inn á notendur.hui.is þá myndum við vera að vista þetta undir dómininu notendur.hui.is
En þá fáum við hérna key og value, data, hello world. Svo reloada ég, þá farið. Það farið. Ég get farið hérna, ég get hent þessu út ef ég ætla að vera debugga þetta eitthvað. Ég get breytt gildinu og svo framvegis. Þannig að local storage leyfir okkur að persista gögn á milli í ákveðnum vafra samt. Þetta er svo ef ég myndi núna opna þetta í incognito mode eða í Firefox eða í einhverjum öðrum vafra, þá náttúrulega fæ ég þetta ekki vista, því þetta vistar þetta bara á það tilvik af þeim vafra sem ég notaði þegar ég kallaði í set storage. Þannig að, töff. Jú, þetta geymist ef við loka vafranum, opna eftir 10 daga, þá er þetta ennþá þarna. Nema þú farir og hreinsir þetta eitthvað út eða eitthvað gerist. Hvar eru gögnin vistu sem eru sett? Það er bara, okkur er alveg sama sem í raun forritunum sem eru að nota þetta, því að vafrinn segir bara eitthvað, ég styð þetta, ég visti þetta einhvern veginn, þú þarft ekki að hafa ágjörð af því. Þetta geti verið vista bara í einhverjum, þetta er örugglega vista í einhverjum SQLite gagnagrunni sem Chrome er með og geymir hann á notendanafninu mínu hérna undir Óli í mínu users í mínu möppu. Þannig ef einhver annar notar Chrome á einhverjum öðrum notanda, þá fær hann þetta ekki. Þetta er Chrome sér að hjúpa þetta. Ok, svo erum við með multimedia, þannig að við fengum hérna audio og video elementin í HTML5 og ekki bara fengum við þau, heldur getum við líka fáum við JavaScript API sem leyfir okkur að stýra þeim. Þannig að við getum brugðist við atburðum, við getum gert eitthvað þegar vídeóið er að spila, við getum gert eitthvað þegar það klárast, við getum látið það byrja að spila, við getum pása það, við getum spólað það fram og við getum gert allt við það í gegnum JavaScript. Þannig að þá erum við hérna með eitthvað vídeo og það er bara hérna video source small.mp4 sem er bara eitthvað svona demo-vídeó sem er fyrsta vídeó sem kemur upp þessi leitið að small demo-vídeó. Þá fá ég þetta. Og svo eitthvað takki og núna svo er þetta hérna vídeoelementið og ég get ekki gert neitt þegar ég sagði ekki neitt, eitthvað autoplay eða eitthvað svo lætur það að byrja að spila, þannig að hún lítur þetta bara út þessu mynd. En hérna er eitthvað takki sem stendur á play og ég ætla að segja hérna þegar það er klikkað á takkan ef að vídeóið er pásað sem að það er í byrjun, það er ekki að spila þá ætla ég að spila vídeóið og vídeóið er í raun bara að finna actual vídeó elementið á síðunni og þá ætla ég að segja hérna fjarlægðu úr button og settu pause í staðinn. Ef það er ekki paused fyrir mig elsið, þá ætlum við að pausa það. Þannig að takkinn munir er bara toggla stöðun á vídeónu. Þannig nú ít ég, þá byrjar vídeóið að spila, þetta er geggja vídeó, þetta er uppáhaldsvídeóið mitt. Við hittum pause, þá hættir það. Play, koma svo vídeó, það kláraðist, það er bara 5 sekundur, það er small. Pause, play, pause, play, pause. Þannig að, og þarna getum við síðan brugðist við getum gert alls konar meira til þess að eiga við vídeóið. Svo erum við með workers, en eftir því sem að JavaScript er keyrt meira og meira í vafranum og minna á servernum, það verður að láta JavaScript gera allan andskotan, þá getum við lent í því að keyrslur sem taka lengri tíma, það læsa vafranum. Svo því þá að þegar lent í þessu, þið gerir eitthvað, við höfum talað við þetta, þú veist, einhverju með lúpu sem hættir aldrei og vafrinn ykkar bara hættir að svara og þið getið ekki gert neitt. Svo fáið þið upp eitthvað, hey, this tab is unresponsive, we want to close it, eitthvað svona. En stundum erum við að gera hluti sem actually taka langan tíma og við þurfum að geta gert það á þess að læsa vafranum og þá getum við notað webworkers, vinnumenn. Þeir leysa þetta vandamál með því að taka keysluna og keyra hana fyrir utan aðalþráðum sem vafrinn er að nota. Og þá getum við gert það svona hérna og þá ætlum við að byrja því að skoða hvað gerist ef við gerum þetta hérna. Þannig að hérna erum við með alveg lélegustu útgáfuna þegar reikna Fibonacci talnarununa sem er í raun bara að kalla alltaf í sjálfa sig aftur, þannig að þetta er, þú veist, O af N í endaveldi eða eitthvað. Og við ætlum að biðja það fyrir hérna 40 fyrstu Fibonacci tölunar. Þetta er eitthvað þetta er non-trivial útreikningur, þannig að ég íti hérna á og þá sjáum við, það frýs allt, ég get ekki gert neitt við vafran, þangað til að niðurstaðan er komin.
svo ít ég aftur og get ég ekki gert neitt hérna, það frýs allt af því að várinn að vinna þetta. En svo get ég gert hérna reikna Fibonacci runi með worker, en þá lendum við hérna, eins og svo margt aftur, að við erum að keyra þetta á þessu file og þá fáum við fail to construct worker, script at cannot be accessed from origin null. Þannig að við þurfum að fara hérna á bara dæmi á vefnum það sem ekki með origin null. Hérna. Þannig að núna kemur þessi vill ekki upp. Þannig að það sem við gerum núna, worker button, þegar við ítum á hann, þá erum við búin að búa hérna til new worker. Þannig að þá sjáum við hérna, þetta bara eitt af þessu web API sem er búið að gefa okkur. Worker konstruktor sem gefur okkur aðgang að okkar virkni. Við newum það, fáum worker. Worker með eitthvað sem heitir post message og svo erum við með eitthvað sem on message. On message hérna, þetta í raun gamall staðall, þannig að þetta að nota svona frekar old school leið til þess að binda event handlara við, en búið staðall að þetta ekki byrja að breytast úr þessu. Þá ætlum við að keyra eitthvað function sem segir hérna frá worker event data. Og þá segir við hérna fibo.js, það í raun workerinn. Þannig að þá þurfum við að fara hérna, þá erum við með sér JavaScript-skrá sem í raun lotuð upp og hún keyrð og svo í raun þegar við fáum message og við fáum message hérna með því að segja post message 40 þá erum við að segja hérna on message, þá fáum við eitthvað hérna e.data sem þá 40 þá erum við með þetta Fibonacci fall við keyrum það hérna upp í 40 ítum results í eitthvað array og post message þá postum við tilbaka þannig að hann er bara hérna, reiknaði fyrir mig fyrstu 40 Fibonacci tölunar ok, reikna, hér er niðurstaðan og þá getum við keyrt hérna núna án worker, allt frýs með worker, við getum gert það sem við viljum á meðan og þá vinnum við okkar hérna í bakgrunnum að reikna fyrir okkur Fibonacci tölur þannig að þetta leið til þess að svona offloada svona vinnu Notifications, hver elskar ekki notifications en með vefnum getum við núna búið til notifications og þið hefur líklega slent í þessu Facebook til dæmis elskar að senda manni notifications við höfum kannski lent í að Facebook vil þetta notification, please, þið getur verið að missa einhverju að þá er það mynd að nota notifications API-ið sem leyfir okkur eftir að við samþykkjum það að birta okkur tilkynningar þó að við séum ekki vefinn í fókus þannig að ef við erum bara með einhvern vef, einhvern tab open ef einhverjum vafra einhvers staðar undir þá getur sá tab brugðist við einhverju hann getur verið að polla eitthvað aðtúa hérna verið að gera eitthvað útreikninga þegar eitthvað gerist þá getur hann að senda okkur notification og aftur, við þurfum að leyfa birtinguna þannig að hérna er dæmi það þannig að bara eitthvað svona einfaldur kóði sem að gera þetta þannig að fyrst þurfum við að fá permission þetta er svona það sem að ef þið farið að nota svona hluti sem að biðja permission þá er þetta svona aðmálið ekki bara biðja permission þegar einhver hliður vefnum eitthvað fyrir hann á vísir.is vísir vil vita hverju staðsettur nei, blokk sé þetta aldrei aftur mér er alveg sama það er ekki, þið viljið gera þetta einhvern veginn þegar eitthvað svona hei, ég vil selda þér hérna notifications ítir að taka og nei, okkur er þetta bilað þetta er bilað ok, gerum það nei opnum Firefox hérna will you allow elf.oxero.github.io to send notifications not now svo kemur hérna never allow sem ég vil alltaf eða við leyfum hérna allow notifications ok, en þá getum við gert hérna eitthvað svona halló, heimur og sína eftir 3 sekúndur display notification förum eitthvað hérna 3 sekúndur seinna gerist ekki neitt af því að auðvitað þetta er annað ok, prófum 0 gerist ekki einu sinni, ok umlega drasl, ég hata hugbúnað en þá fáum við upp svona notification sem kemur hérna yfir gluggann svona hei, ég taka svo getum við gert, ef ég smelli á það þá förum við inn á vefinn eða það er að gera eitthvað reply í því og svona. Þetta er mjög töff og þetta virkar til dæmis á milli
vefsins á desktop og ef þið eru að nota, þú veist, mobile Chrome, þá birtist þetta bara sem actual notification eins og öll önnur notification í símanum. Þannig að þá getið þið svæpað þetta í burtu þar eða gert eitthvað við þessu. Og þetta er, þú veist, leið sem er mjög illa nýtt í dag, en gæti alveg verið svona, ég býð eftir því að einhver gerir góðan vef sem nýtir þetta til þess að gera svona mjög interaktívan vef í gegnum notifications. Svo erum við Canvas, en við notum hann til að tekna grafík í gegnum JavaScript og það er þá annarkvort tvívíða grafík eða þrívíða grafík og þetta er svona mjög einfalt dæmi hérna sem að tekna eitthvað svona rauðan kassa og bláan kassa, geðveikt. Og það er hérna Canvas. Tiltölulega einfalt, þetta er bara eitthvað API, þannig að þetta er bara eitthvað forritunarskil sem þið þurfum að læra og þá getið þið hérna fill rect frá 0,0 upp í 100 með rauðum, 30 til 50 með bláum. Þannig getið þið teiknað og gert eitthvað og ef þið farið í tölvuleikjaforritun þá lærið þið allt Canvas sem þið getið nokkuð tíma dreymt að læra. En með Canvas getum við ekki bara teiknað tvívíða, þetta er líka þrívíða grafík og þá er í raun WebGL sem er mjög cool og er mjög mikið bara aukast stuðningur og performance í því bara núna bara með hverjum mánuði. Þá er það nýtið það GPU-ið í vélun okkar, þannig að þetta er alveg bara blazing hratt og hérna teiknar þrívíða forrit. Þannig að hérna er leikur sem að notar WebGL og er alveg skrifað bara í webnum. Þannig að þú veist, þetta er bara að nota web technology, veftekni, þú veist, og þetta er að teikna hérna einhverja þrívíta, þú veist, bara í JavaScript kóða sem að, og svona eitthvað setur eitthvað svona dót til þess að gera eitthvað, en þú veist, þetta er bara gert. Þið þurfum bara að kunna OpenGL, sem er reyndar, þú veist, ekki, það er ekkert bara, takið hérna tölvugrafík hjá Hjálmtí. Ég held að hann sem fann að nota með þessi WebGL og þú veist, þið getur farið að gera tölvuleiki í Vafranum. Vafrinn er bestur, yey! En, vefurinn, allt að gerast í vefnum, allt bara ótrúlega spennandi og við erum núna, við erum búin að rétta ykkur hendurnar mikið af tólum til þess að gera það sem ég viljið og svona seinustu tólum sem ég ætla að æfa ykkur á eru sem sagt verkefni 10, litla verkefni sem að snýst það að nota ES 2016-15 og það virkar þannig að þið ætla að búa til svona niðurtalningadót. Þannig að þið farið inn einhvern vef, þið sláið inn einhverja dagsetningu og þið ætla að birta svona counter sem telur niður hvernig dagsetningu gerist. Og þið ætla að geyma það í local storage og þið ætla að skrifa það svo í hérna ES 2015 og þið ætla að nota Babel, þið ætla að nota Node.js, þið ætla að nota ESLint, þið ætla að nota StyleLint og þið ætla að nota Browserlint. Þannig að það er bara öll tólin eru mætt. Og til þess að hjálpa til við þetta, þá fáið þið gefið hérna. Þið fáið index.html sem er í raun með einhverju grunn af virkni. Þið fáið package station sem skilgreinir í raun öll tólin, Babel og allt þetta. Þið fáið hérna Babel RC, ESLint RC og StyleLint RC. Þannig að ef þið farið inn í þessa möppu, gerið npm install, npm run dev, þá kemur allt upp og allt virkar eins og það ætti að virka. Þannig að blessunlega, ef allt gengur vel, þá þurfum við ekki að gera neitt annað en þetta. Bara opna, npm install, npm run dev og leysa verkefnið. Og þið ætlið þá ESLint mun kvarta ef þið notið var til dæmis. Þið ekki nota var, þið nota const, þá kvartar ESLint, þannig að þetta svona ítir á okkur og þið að skrifa þetta með það í huga að þið að skrifa ES 2015 kóða. Og ef við skoðum svona aðeins hvernig þetta virkar þá, hérna mín lausn á þessu, þannig ég kem inn á einhvern vef hérna og segi lokapróf. Nei. Þá er hérna, og þá er þetta gefið með input type date, þannig að þið þurfum ekkert að spá í því að gera eitthvað svona flókin date picker eða eitthvað, það er ekki verkefnið. Þannig að þá megi nota þetta bara og hann segir hérna please fill in, þannig að við segjum bara required, það er nóg, þið þurfum ekki að vera með einhverjum svona villimeðhöndlun, við erum búin að eiga okkur í villimeðhöndlun, þannig að það er klukkan 9:00 og svo er einhvern veginn, það er þetta að segja hérna AM eða PM eitthvað svona, ok, þannig að ég er búin þetta til og þá er hérna lokapróf
og þá sjáum við að þetta að telja niður í þetta. Þannig að þarna erum við að nota local storage, það set interval til þess að telja niður. Og þetta er ekkert svakalega flókið. Og þeir munu komast að það, þetta er ekkert, þetta er frekar nett svona dót og ég hendi þessu saman á 1,5 tíma. Þannig að ef við gerum það, þá segjum við hérna, og ég er ekki að gera lítið úr því þetta er svo stórt með þess að ég hef gert það ákveðnum tíma, ég er bara að segja, þetta er að nota hluti sem við erum búin að nota núna, þetta er að nota bara dokument, og og búa til og telja og uppfæra, og þeir eru bara uppfæra á intervalinu, og þetta er, það er alveg gefið, þannig að skoðið þið hvað að vera í kóðunum hana. Þannig að við segjum núna 17, 13, það eru 12 sekundur í það. Þá þurfum við einhvern veginn að vita, við erum að telja niður, þetta er spennandi, ég það ekki við þetta. Wow, let down. Og svo ef ég reloada núna, þá er bara local storage og ekkert gerist, en ég eyði þá get ég gert nýja. Ok, en ég ætla að hjálpalaus, ég ætla líka aðeins að renna hérna yfir stóra verkefnið. Og það gerir svipað hluti og ég var með svona, er þetta of auðvelt? Og ég fór að velta því fyrir mér í morgun þegar ég vaknaði. Ætti ég að þyngja þetta? Og ég ákvað, fuck it, nei. Þetta er bara svona og ég veit ekki, ég var að spáði að gera þetta flóknara, þannig að bara þakki mér fyrir það. En það sem þið ætla að gera er, ég reyna að búa til svona client-side rendering af einhverjum gögnum sem eru gefin og þau eru gefin henni í videos.json sem er í raun JSON-skjal sem inniheldur einhver ákveðin vídeo, þannig að við skoðum hvað það er. Og það er aðeins stærra hérna zip-skjalið því það eru 2 demo-vídeó í því. Og þannig að við förum hérna, gögn, hérna eru video.json, opnum það hérna. Og þá sjáum við hér að það er eitthvað videos og það er hérna object sem skilgreinir eitthvað video. ID8, title Lego, sem er hérna small mp4 sem við vorum að skoða. Það er með einhverja dagsetningu sem var búið til á. Það er með eitthvað poster, það er með eitthvað vídeo, það er 5 sekúndar lang. Svo erum við eitthvað Big Bunny sem er eitthvað annað vídeo. Það var búið til svona. Það er 62 sekúndur. Svo er eitthvað svona pröfumyndbönd sem gerir eitthvað. Og svo erum við með annað hérna sem er categories sem að segir það er einhverjir flokkar og flokkur nýleg myndbönd inniheldur myndbönd sem eru með ID 1 og 2. Þannig að það getið vísa hérna upp í 1 og 2. Já, kennslumyndbönd, það er vídeo 1, 3 og 4. Skemmtimyndbönd, það eru 2, 3 og 4. Þannig að þið ætla að taka þetta og við erum með eiginlega bara tóma síðu, ekki með neinn gögn, þið eru ekki með neitt sem heitir Lego eða Big Bunny eða eitthvað. Það er alltaf að lesa upp úr þessu og birta vef sem er með oh my god sem er að lesa upp úr þessu og nice gerum hérna þannig að þá er ég búinn að setja upp npm install ok, nice það býr til sem sagt upp úr þessum gögnum lista hérna af flokkum með myndböndunum í röð. Þegar ég íti á eitt myndband þá fer ég inn á myndband þar sem ég geti ítt síðan á takka sem þið fáið íkona til þess að búa til eitthvað svona lélegustu controls fyrir myndband ever sem að enginn myndi nokkuð tíma að nenna en þetta er æfing þannig að við látum okkur við erum sátt við það og þá getum við spila vídeóð þannig að við gerum núna npm rndf þannig að þá er hérna einhver vídeó sem að koma úr þessu JSON-skjali það er í raun ekkert í index.html sem að stendur nýleg myndbönd eða Lego eða fyrir 4 dögum síðan eða eitthvað þannig að þá sjáum við hvernig við erum að taka gögnin sem eru hér það er verið að taka Lego og þetta created og það er verið að vinna með þetta, það er eitthvað forrit sem er búið að gera þarna sem tekur þessa dagsendingu og segir þetta var fyrir 2 dögum síðan þannig að ef við opnum þetta morgun þá stendur fyrir 3 dögum síðan ef við opnum þetta fyrir ár þá stendur fyrir ári síðan og þá sjáum við hérna hvernig þetta er gert fyrir alla hlutina
Þannig er búið að búa til einu sinni eitthvað fall sem býr til þetta og svo það keyrt fyrir hvern einasta hlut. Þannig að þið þurfið svona aðeins að hugsa hvernig ætli að struktúra svona stærra verkefni, hvernig ætli að skipta þessu milli ykkar. Þegar svo íti ég á þetta hér, Big Bunny hérna, þá fáum við hérna einhver svona controls, þannig að ég get ítt á play, þá breytist þetta yfir í pásu, ég get ítt á pásu, þá kemur hérna eitthvað overlay, ég get ítt á play, ég get spólað aftur, ég get mutað, ég veit ekki hvað það heyrist eitthvað, ég get spilað áfram og pásað og hérna full screen, þá fáum við þar í lagi þá að byrta þessi default hérna controls þar og svo getum við farið tilbaka. Þetta hér, að sjálfsögðu. Og svo ef við fyrir tilbaka, þá er hérna eitthvað annað myndband, þannig að þá erum við að sjá hérna að það er sendt áfram hérna í query-strengnum ID-ið á myndbandinu, þannig að það stendur hérna ID1 og ID5. Það er ekki til, þannig að þá segjum við hérna, vídeó er ekki til. En ef við segjum ID4 eða 3, þá er það til. Þá er annað póster en sama myndband, þannig að póster og vídeó. Póster er eitthvað sem þið getur sett á vídeóelementið sem sýnist það í byrjun. En þannig að sjá þið þurfum að púsla þessu saman. Og þið getur skipt þessu milli þannig eitthvað tekur það að gera útlitið, þá getur þið búið til útlitið í raun án þess að vera með virknina, þannig að þá bara gerir þetta statískt. Og einhver annar fyrir því að vinna JavaScript-virknina sem lesi upp úr þessu JSON-skjali, þá þarf að nota AJAX til að sækja JSON-skjalið á sama vefþjón, setja það þarna upp, taka inn categories, finna út úr því, hei, þetta er eitthvað heiti. Og það eru svona mörg vídeó í því, ég þarf að finna vídeóið, hvað eru vísunum vídeóið í vídeós hérna arrayinu fyrir ofan. Og þannig þurfum við að púsla þessu saman. Getur verið skemmtilegt. Og þið hafið sem sagt til 27. til þess að skila þessu, en ekki skila þessu 27. Það er geðað leiðilegt. Skila þessu meira svona kannski 20. eða eitthvað. Þannig að byrjið sem fyrst, af því að þið hafið sem sagt dæmatímana núna fyrir þá verkefni sem er núna 10 og svo hafið þið dæmatíman í næstu viku og þar næstu viku. Þið hafið fyrirlesturinn í næstu viku. Já, það ekki, jú, næstu og þar næstu viku. Já, þannig að það eru sömu setup á hópavinnunni, það er náttúrulega Git, þið ætla að skila, þú veist, þetta er eins og hitt verkefnið, bara það er annað sem liggur fyrir. Ok. Nei, stóðtíminn verður ekki í næstu viku, heldur í þar næstu viku, sem er þá bara almennur stóðtími. Hann verður eftir að við förum yfir alla upprifjunina og eftir að við förum yfir gömul próf. Þá verður bara hérna þangað til að við erum búin að fá nóg. Takk í dag.